Gott kvöld og velkomin í Þjóðbraut þetta fallega mánudagskvöld. Linda Blöndal heldur áfram yfirferð sinni byggðir í Grænlandi. Nú talar hún við Leif Örn Svavarsson, margreyndan leiðsögumann í þvernýttum fjöllum Grænlands. Þá mun Linda einnig ræðir Hrafn Jökulsson, skákfrömuð og grænlandsvinn starf Hrafns og hans fólks á Grænlandi. Og í lok þáttar kemur til mín Stefanía Óskarsdóttir, stjórnmálafræðingur Háskóla Íslands, við munum ræða komandi kosningar, hversu margir núverandi þingmenn af ákvæði gefa ekki kost á sér til endurkjörs og stöðu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns Framsóknarflokksins. Við byrjum hins vegar með formanni félags íslenskra hjúkrunarfræðinga en að óbreyttu stefnir í vandasökum hversu fáir hjúkrunarfræðingar menntast til starfans á sama tíma og þörfin fyrir þá eykst stöðugt. Að óbreyttu stefnir í óefni. Guðbjörg Pálsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Það ekki bara þjóðin eldist, við það bætist að margir nú starfandi hjúkrunarfræðingar láta störfum á næstum árum sökumaldurs. Já. Það gerist á sama tíma og þörfin aukast. Já. Og hvert stefnir þetta? Við erum búin að vera að reyna að benda þetta mörg ár að einmitt stéttin að eldast mjög. Já. Og við þurfum fleiri hjúkrunarfræðinga. Við erum að útskrifa nú úr Háskólanum á Akureyri og Háskóla Íslands 118 einstaklinga að meðaltali, til dæmis síðustu 5 ár, en við þurfum miklu fleiri. Til að halda í við, við þá sem hætta. Já. Og fyrir utan og aukna þörf. Já, bæði þjóðinni fjölgar, hún eldist. Já. Túrismin. Sjúkdómarnir eru erfiðari, flóknari. Það enginn sem liggur inn á spítala á Íslandi í dag nema lífsnauðsynlega þurfi þess. Það búið að setja alla aðra í rauninu út. Og eins og þú segir, fjölgun ferðamanna á Íslandi, þetta hefur allt áhrif. Álagið hefur aukist. Og það vantar hjúkrunarfræðinga. Það vantar hjúkrunarfræðinga. Og við gerðum síðast, það var mannekluskýrsla sem við skiluðum á okkur reyndar 2007 sem náði til 2015. Og þar var reiknað með að þó svo að við myndum ná að mennta 150 hjúkrunarfræðinga ári, þá myndi ykkur samt vanta 750 í lok ársins 2015. Þetta var auðvitað vinnu 2007 og margt auðvitað sem hefur breyst í íslensku þjóðfélagi á þeim tíma. Þannig að þörfin náttúrulega meiri og eins og ég að benda á að við höfum samt ekki náð að manna nema að meðaltali 118 en ekki 150 eins og búið var að spá fyrir En hvað hægt að gera? Það við getum ekki bara að láta eitthvað reyða honum, eitthvað verður að gera. Nei, það ýmislegt að gera og þetta það sem við erum búin að vera að benda á í mörg ár því alveg eins og þú sagðir áðan að í dag til dæmis eru 17% starfandi hjúkrunarfræðinga 60 ára eldri og mega þessna hefja töku lífeyris. Eftir 3 ár verða þetta tæp 25% af starfandi hjúkrunarfræðingum. Og ég held að þetta sé það sem að fólk þarf alvarlega að fara að átta sig í rauninni á. Við getum auðvitað fjölgað í menntakerfinu en til þess þarf númer 1, 2 og 3 fjármagn. Það kostar að mennta starfsstéttir, það sem kemur til starfsnám og það þarf að launa kennurunum fyrir starfsnámið á vettvangi. Það eitthvað sem að vantar núna hjá okkur. Það þarf líka bara að skoða alla steinana. Það þarf líka til dæmis, það hægt að nota að mínum mati 12 mánuði ársins betur en gert kannski hefðbundið skólaumhverfi. Við höfum verið að senda jafnvel stúdenta, gefið þeim tækifæri til að taka starfsnám erlendis. Þannig að það margt sem hægt að gera. En þú segir að meðaltali útskrifast 118 hjúkrunarfræðingar núna síðustu árum, ég held að það nefnt 5 ár. En það ekki allt. Fara allir þeir hjúkrunarfræðingar sem útskrifast, fara í hjúkrun eða í þessu miklu umsviðum sem íslensku samfélagi, eru önnur störf jafnvel meira freistandi? Já, það alveg rétt. Hjúkrunarfræðingar eru nefnilega mjög vel menntuð fagstétt og mjög vinsæl til annarra starfa og vinna meðal annars hjá einkafyrirtækjum, bæði við sölu á hjúkrunarvörum, heilbrigðisvörum, lyfjum, hjá lyfjafyrirtækjum. Nú nýjasta dæmi eins og fólk hefur heyrt í vor og í sumar það að hjúkrunarfræðingar eru mikið í háloftunum, mjög mikið vinna þar sem flugþjónar og flugfreyjur og flugmenn og jafnvel flugstjórar. Þannig að það alveg slegið þennan starfskraft. Þetta mjög vinsæll og velmetinn starfskraftur. Og á meðan að... skili það að þetta sé mjög menntun fyrir flugfreyjuna því að ef fólk veikist borð og þá hlýtur að vera örygg í því að hafa hjúkrunarfræðing. Það ekki? Jú, enda höfum við aldrei heyrt neitt annað en gott frá flugfélögunum að þeir séu ánægðir að hafa þetta fólk í starfi. En eins og þú segir, hjúkrunarfræðingar hafa fleiri starfsmöguleika en að heldur að starfa við beina hjúkrun og við auðvitað þurfum að leita allra ráða til að reyna að halda fólkinu í starfi. En þar vegur þyngst, það alveg sama hvort við erum í kjarabaráttu eða ekki kjarabaráttu, að það sem að hjúkrunarfræðingar setja á vogarskálarnar,
það launin, númer 1 og númer 2 það starfsumhverfið. En má ég áður fyrir nánar út í það, fyrir nokkrum árum síðan, sérstaklega við hrunið, að þá voru þetta náttúrulega stétt sem gat unni hvað sem var í heiminn nánast. Það fóru margir hjúkrunarfræðingar til útlanda. En hvernig það núna? Að þeir skila sér heim? Sko, ég hef ekki tölur yfir það, en það líka alltaf eitthvað hjúkrunarfræðingum sem að fara, eins og til Norðurlandana, að vinna. Ég mikill munur á kjörum þeirra? Já, það það. Hann reyndar aðeins minkandi, hann var mjög mikill, til dæmis með við í Noregi, en það sko skortur náttúrulega, sko, við erum líka átt okkur því að það skortur á hjúkrunarfræðingum út allan heim. Þannig að þetta ekkert eitthvað staðbundið á Íslandi eða á Norðurlöndunum. Þannig svona umræði á sér staði í fleiri löndum? Já, það eru allir að takast á við þetta verkefni, að reyna að fjölga hjúkrunarfræðingum, því að það fólk náttúrulega verður vart við þessa þróun eins og við. Aukin veit ekki, flóknari sjúkdómar, fjölgun mannkyns og svo framvegis. En ég veit til dæmis eins og að sænskir hjúkrunarfræðingar sem hafa mikið farið oft til Noregs að vinna til að ná sér aukatekjur eins og íslenskir, að þeir hafa sumir dregið úr því að nú eru Svíar orðnir svo illa settir að þeir eru eftir á, náttúrulega allt og seint, farnir að borga meira í aukagreiðslum til sinna hjúkrunarfræðinga til að reyna að halda þeim í starfi, í staðan fyrir bara að vinna dæmið frá grunni og borga þessu stéttum almenn laun og halda þeim í starfi. Það vantir svolítið hér, þennan skilning, en við þurfum að mennta meira. Það það fyrsta. Já, við þurfum að fjölga hjúkrunarfræðingum. En líka þá fá einhver til að vilja læra. Já, en það nú svo athyglisvert því að það ekki langt síðan að hún Eydís Sveinbjarnardóttir sem í Háskólanum á Akureyri var hér hjá okkur á þjóðbrautinu og var einmitt að tala það og hún einmitt sagði frá því að þessi 55 námspláss sem að núna eru hjá þeim á fyrsta ári voru 200 umsækjendur. Já, þannig að það viljinni til staðar, þannig að við finnum, áhuginn til staðar, það sem við þurfum aftur að móta að vinna þar í að reyna að jafna kynjahlutfalli. En áður að fyrir skulum aðeins ræða það eftir, en mér langar að spyrja það líka bara nú þetta vaktavinna, fólk veikist öllum tíma sólarins og liggur á sjúkrahúsum, en hefur eitthvað breyst í samfélaginu að ungt fólk sé tregara til að fara í vaktavinnu heldur en kannski þú varst eða mín kynslóð eða? Já, okkur finnst það. Þetta okkar tilfinning og þegar við erum að spyrja félagsmenn að þá finnum við það að fólkið sem yngra, það ekki kannski að fara í þetta sömu forsendum og eldri hjúkrunarfræðingar eins og ég. Við vissum alveg þetta 24 tíma þjónustustarf og maður fer í þetta með það í huga. Fólk forgangsraðar öðruvísi í dag. Það forgangsraðar fjölskyldinu númer 1, 2 og 3 og sjálfum sér og síðan kemur vinnan. Þannig að það eru bara önnur lífsgildi í dag mín upplifun hjá yngra fólkinu en var áður. En reyndar að sama skapi þá náttúrulega þó nokkuð af þjónustunni sem komin meira í dagþjónustu og jafnvel 5 daga þjónustu sem ekki var fyrir svo nokkrum árum. Þannig að það orðið meira úrval af dagvinnu í boði en var. En auðvitað hefur þetta líka áhrif. Það alveg rétt. Já. En þú nefndir áðan með kynjamunin. Þú sýndir mér áðan og fórum í upptökuna, þá sýndir mér það að sko hlutfall karla einna lagst hér í heiminum. Já, í hjúkrun. Já. Og það eitthvað sem þið að reyna að vinna á? Já, við erum að reyna að vinna í því. Við til dæmis stofnum núna í vor Facebook síðu sem heitir Karlmenn hjúkra. Og sem ég skora bara alla á til að skoða og þar verið að setja inn vikulega pistla frá karlmennum sem eru hjúkrunarfræðingar en hér á Íslandi eru rétt 2% hjúkrunarfræðingar karlmenn. Á hinum Norðurlöndunum þetta frá 10% og aðeins upp úr, Bretlandi, Bandaríkjunum 10% pluss, þú séð hæstutölunar eins og Ítalíu og svo reyndar Sádi Arabíu og fleiri þannig löndum þar sem mikill menningarmunur, þar sem að kynin ekki jöfn. Þar sér þið 30-40% og upp úr, en við skerum okkur úr hér. Og við erum auðvitað að reyna að finna leiðir í því, en það þessi menningamunur og eins og sjá má, og má lesa úr þessum viðtölum sem tekið við þessa hjúkrunarfræðinga, karlmenn, og hvort að þeir hafa mætt fordómum eða ekki, sem reyndar almennt segja auðvitað ekki, en þetta bara einhver þjóðfélagslegt mein að telja það að karlmenn get ekki hjúkrað. Þetta bara hluti af menningunni. En staldra þeir skemur við í starfi? Nei, alls ekki. Og það má alveg sjá, eins og ég segi, við erum að setja fram þann vikulega pistla og flestir starfa við hjúkruna einn eða annan hátt, þeir eru jafnvel líka að starfa eitthvað annað. En nei, því að þeir jafnvel hafa farið í þetta þá
ákveðnir í því að fara og gera þetta. En þú segir hérna dæmi til að fara Háskólanum á Akureyri að þar eru umsóknirnar fjórfalt fleiri heldur en námsframboðið og þannig að það viljinni til staðan og þið bara bendið á það tölum að það stefnir í óefni. Þannig eitthvað verður að gera. Og er það ekki, það bara blasir við að við getum ekki frestað þessu mikið lengur að fá fleiri. Og þetta fyrst og fremst spurning peninga? Jú, það eiginlega fyrst og fremst spurning peninga inn í menntakerfið. Og eins og ég segi, það þarf að setja peninga í starfsmenntunina. Það alveg á hreinu. Það var skorið niður hér í kreppunni og það þarf að gefa meira inn. Það alveg á hreinu. Því að hjúkrunarmenntun á Íslandi á mjög góðu stigi, bæði á Akureyri og í Háskóla Íslands og þannig að það ekkert að ástæðulausu að það kefst til dæmis erlendis að fá hjúkrunarfræðinga til að vinna erlendis því við erum með mjög gott nám. En það náttúrulega líka hjá okkur, eins og ég segi, við þurfum líka að hafa pláss til að hafa nemendurnar. Þar erum við með Landspítala sem háskólasjúkrahúsið og við erum með sjúkrahúsið náttúrulega á Akureyri og fleiri, fjórðungssjúkrahús. Við erum með þó nokkuð mikið á öldrunarstofnunum og það sem ég sé í þessu það að við þurfum einhvern veginn að skoða þetta hjól betur og sjá hvort að við getum notað árið til dæmis, það 12 mánuðir árið. Hjá okkur, getum við eitthvað farið út fyrir þennan kenna líka við sumartímanum. Já, kenna líka við sumartímanum því að málið það bara dæmi fyrir því. Þegar það hefur þurft að koma til móts við einhverja nemendur, þá hefur það bara verið hægt. Hægt að fjölga stofnunum þar sem að við höfum starfsnám. Það náttúrulega alveg örugglega hægt ef að farið verður að greiða fyrir náttúrulega kennsluna beint til þeirra sem að sjá nemendurnar á staðnum. Þannig að við höfum fullt af úrræðum. En þetta mjög takmarkandi þáttur. En þetta eitthvað sem þarf að gera? Já. Og eins og ég segi, nemendur hafa farið erlendis í starfsnám og það ekkert að því. Við eigum mjög góð sambund í gegnum háskólan við erlendar háskólastofnanir og háskólasjúkrahús. Þannig að við þurfum bara að taka upp alla þessa þætti. Lengra förum við ekki núna en Guðbjörg, þakka þér fyrir komuna. Þakka kærlega fyrir. Og eftir augnablik heldur Linda Blöndal áfram yfir reisinni Grænland og hún ætlar að ræða við Leif Örn Svavarsson sem margreyndur fjallaleiðsögumaður og starfar í Grænlandi. Við erum inn í bænum Kulusuk í Grænlandi og hér eru íbúarnir 245 en eins og þið kannski sjá hérna bak við mig þá eru hundarnir ansi margir og ég hugsa að þeir séu tvöfaldur íbúafjöldin. En þeir liggja hérna innan klettana og eru eiginlega svona í felulitunum. Maður stendur í smá stund og þá birtast þeir einn af öðrum. Þeir virðast vera sofandi og hvolparnir að leika sér en hvar sem maður kemur hér í Kulusuk þá eru breiðurnar af hundum sem sumir eru að okkar mati aðeins og svangir og þeir hafa svolítið hátt hérna yfir miðjan daginn. Já, það skáldlegt að sitja hérna við ströndina í Kulusuk beint fyrir neðan kirkjuna á góðum laugardegi. En hvaðan koma grænlendingar? Þetta eru að sjálfsögðu innúítar, eins og flestir vita í dag, en forfeður nútíma grænlendinga eru aðallega frá Kanada. Þetta eru líka ættir til Mið-Asíu sem grænlendingar geta rakið kyn sitt til og sömuleiðis til Alaska. Og það eru fleiri staðir sem hafa verið nefndir, en svo eru náttúrulega norskir víkingar hér. Eiríkur Rauði var hér, árið 982 kom hann hingað, var hér, settist hér að og víkingarnir voru hér í 500 ár en hurfu svo brott og svona eiginlega ekkert staðfest hvers vegna þeir fóru. Þetta eitt af svona þorpum sem hefur orðið svolítið eftir. Flugvöllur hér, jú, þannig að það umleikis eitthvað en þyrlurnar fljúga til annarra staða sem eru þróaðri, sem eru vestar á landinu afsakið. En við ætlum að vera hér áfram í Kulusuk og sýna okkur fleira. Og við erum komin hingað innar í þorpið Kulusuk, hérna bak við mig sjáum við skólan og hér til hægri þetta kuð vera fangelsi staðarins. En við skulum hitta fleiri íslenska fjallaleiðsögumenn. Leifur, þeir að fara að taka á móti íslenskum hóp hér rétt á eftir. Mér skilst að þeir sem séu að sækja í þessar fjallaferðir séu kannski helst erlendir ferðamenn.
Við byrjum kannski bara á því. Eru Íslendingarnir að kveikja á þessum ferðum? Grænland hefur alltaf svona verið heillandi fyrir Íslendinga, en það er ekki stórmarkaður. Menn eru að bæða að fara til Suður-Grænlands að heimsækja byggðir norræna manna sem voru þar og síðan þessa óspilltu náttúru sem er hér á austurströnd Grænlands. Og það er rétt, já, það er 16 manna hópur, Trimklúbbur Seltjarnarnes sem er að taka á móti á fluginu nú eftir. Já. Og við erum að fara að ganga verðum með tjald, bara út í náttúrunni, við erum að fara að ganga nokkra daga, göngum yfir Ammatseyju og verðum síðan í Tasiilaq sem er höfuðstaðurinn á Austur-Grænlandi í 2 nætur áður en við komum aftur hingað til Kulusuk. Hvað er þetta orðið umfangsmikið hjá ykkur fjallaleiðsögumennum? Hvað farið þið, hefur töl á því, hvað farið þið margar ferðir með marga hópa yfir árið? Það er heilmikið og við erum með 2 hús núna sem við rekum gistingu í, mest fyrir okkar hópa og aðra líka sem að koma og erum í rauninni stóran hluta af árinu. Erum með gönguferðir yfir sumrin. Sumari er styttra en við að venjast. Það er hafísinn er erfiður í júní, þannig þetta er júlí og fram í ágúst sem er svona hásumarið. Og við erum allan þennan tíma með hópa, bæði hópa útlendingar sem við seljum sjálfur í ferðirnar og rekum líka ferðir fyrir erlenda ferðaskrifstofur. Þannig að þetta er dágott. Veturnar erum við með skíðaferðir. Erum með ferðir yfir Grænlandsjökul, við hefum gert það núna, erum búin að fara, fórum held í 10. ferðin var núna seinasta vor og á seinustu árum við erum með á hverju vori, þannig ferð og síðan léttari gönguskíðaferðir svæði, ferðir á milli þorpa og fengum með viðurkenningu frá Outside Magazine fyrir mest spennandi ferðina til að fara, sem er East Greenland Winter Expedition. Þú ert búin að vera svo lengi í þessu, hvað er þetta orðin mörg ár? Ég hugsa þetta sé alveg 20 ár sem ég hef verið hér. Já, þið eru bara 20. En þið gjörþekkið orðið þetta svæði, býst ég við? Já. Austur hlutan. Já, persónulega finnst mér Austur-Grænland, þessi hluti mest spennandi. Þetta er svona, hér er náttúran villt og jöklarnir skríða alveg niður í sjó og tindarnir hvassir. Hafísinn gefur þessu flotta mynd og það er gaman, það er skemmtilegt eins og fyrir Íslendinga núna að koma af því að það er með þessu stuttaflugi. Flugfélagið með 9 vélunum er þetta klukkutími og 20 mínútur, 25 mínútur. Og þá með þessu stuttaflugi þá breytist allt. Þú ert í yngsta bergi heimi á Íslandi og kemur hér í elsta bergi heimi. Þú ert í við þekkjum náttúrulega okkar svona skandinavísku og alþjóðlegu menningu og síðan kemur það hér yfir í Inúíta Eskimóa menninguna og þannig að það er allt gjörólíkt þegar menn koma að þessu stuttu vegulend. Þetta er svo stutt frá en við erum komin inn í allt annan heim. Já. Þetta er svo magnað. Við vorum erum búin að vera 4 í ákveðnu verkefni, vorum búin að vera að halda klettakliffursnámskeið fyrir börn. Já, börnin á svæðinu og það var svo skemmtileg saga sem einn sagði, þegar hann kemur fyrst, er þá í daglega amstrunni í föstudagsumferðinni, of seinna á flugvellin kemur hingað, við tökum þyrluna beint yfir í þorp sem er núna yfirgefið, Kvennarti Vartivít hinum megin, að vetri í glampandi sól og snjó og þegar þyrlan fer og eldra fólk kemur með lítið barna og hundasleða og nýveitan sel og það var ekki, þetta var beint úr föstudagsumferðinu í Íslandi, þetta var svo sterk upplifun að hann er ennþá í leiðsögn og ferðast á Grænlandi 20 árum síðar. Já. Þetta er magnað. Já. Þetta kannski lýsir því svona hvað getur gerst. En segðu mig frá því hafi verið einmitt að sinna börnunum hérna. Já. Og kenna þeim fjallaklifur. Hvernig kom það til? Það er náttúrulega, Grænland hefur lengi verið þekkt sem svona viðkomustaður fyrir mjög erfiða fjallamennsku og svona frægustu fjallamenn heims er að hafa komið og sett þetta á kortið. En það sem við höfum verið að gera er svolítið að fara á kannski auðveldari tinda sem eru samt fjallamennska og klifur og er nær og margir óklifnir tindar sem eru tiltölulega aðgengilegir. Við settum klettakliffursvæði á Kulusuk-eyju því að bergið hér er granít með fast í sér og mjög gott til klifurs. Okkur langaði að halda námskeið fyrir bara börn og ungmenni og fólk í ferðaþjónustu og alla sem eru inni vild. Þannig að svona síðastliðin þetta eru 3 ár sem við erum búin að vinna í þessu, fengum styrk til að setja upp klettakliffursverkefni og núna fengum við bandaríska blaðakonu með okkur sem að með umfjölluninni sem hún ætlar að hafa þá gat hún sníkt útbúnað sem er í kringum okkur. Þannig við ætlum að skilja svolítið eftir og halda námskeið og við erum búin að vera halda námskeið fyrir börnin í Tasiilaq fyrst og síðan börnin í Kulusuk og við erum með þau í 3 daga og það er
gleði fyrir alla aðila það sem sagt. Hlýtur að vera. Já. Og það er bara að hafa eitthvað sem sagt, að hafa svolítið fyrir stafni og hafa eitthvað til að læra. Af hverju, það er kannski erfitt að segja. Þetta er náttúrulega ánægilegt meðan að þessu stendur og gott að geta gert þetta á öruggan hátt. En það er líka sem sagt gott að fara til dæmis fyrir ferðaþjónustu og að fólk læri á gönguskíði, sem fólk ferðir sjálft og læri svona bakgrunns greinarnar, áhugamálin til þess að geta í framtíðinni þegar starfaði í þeirri ferðaþjónustu sem að byggjast upp. Ég var einmitt þessum framtíð ferðaþjónustunar hvernig þú sæir hana einmitt fyrir þér. Það er náttúrulega mjög gott að heimamenn geti tekið sem mestan þátt. Já. Og það er kannski eins og Taflfélagið Hrókur er búin að gera mjög góða hluti hér og það er alveg vel þekkt á lands mælikvarða og að geta gert eitthvað meira inn á svæðinu. Til þess að varðveita þetta samfélag sem á svo sterkar og djúpa rætur, en hér erum við á austurhlutanum, hann er allt öðruvísi heldur en vesturhlutin. Já. Og svo kannski suðurhlutinni út í það farið. Já, hér er þetta samt langmest sérstakt. Gustaf Hólm kemur 1884, þannig að þetta er búið að vera rúmlega 100 ár frá því að þetta var á steinaldastigi. Fólki lifir fram undir 1930 nánast óbreytt og þegar seinni heimsstyrjöldin kemur þá breytist þetta fyrir þetta breytast aðeins. En eldra fólki sem er alin upp hér, það er alin upp í moldakofum á sumrin og tjaldi á veturnar. Fer á flakk á sumrin og rusl finnst náttúrulega ekki, þetta er bara selurinn sem er nýttur. Þannig að eldra fólki hér lifði fæðist í rauninni á steinöld og hoppar inn í nútíma samfélagið og er með farsímana yngsta kynslóðin í dag. Þannig að okkur finnst á Íslandi oft að hafa alist upp með malavegi að við höfum farið hratt inn í 20. öldina. Og að Reykjavík sé seina byggjast upp og síldin hafi breytt mjög miklu, en stökki hér er náttúrulega miklu hraðara. Og það er svo margt í þessu. Erum við Austur-Grænlandi kallað Túnú sem er bakhluti eða baklið og þetta er í rauninni bara pólitísk ákvörðun að kalla tungumáli sem er talað málisku, en þetta mætti alveg kallast tungumál. Allir hluti til dæmis yfir fingur og tær og allan líkamann eru önnur orð heldur en á vesturgrænlensku. Börnin sem að fara í skólan, þau skilja ekki kennaran af því hann talar vesturgrænlensku. Sem er orðið núna ríkistungan? Já, það er danska og ríkistungan er náttúrulega bara grænlenska og grænlenska er skilgreint sem eitt tungumál. Þetta er í stofninu til svipað, en máliskan hér er svo sterk að það mætti alveg skilja hana sem annað tungumál. Hún færi bara ekki þann status, svona pólitísið? Nei, færi ekki, því það er náttúrulega allt annað, þá er ekki hægt að kenna börnunum á tungumáli sem við skilja ekki ef þetta verður annað tungumál. Og bara það við erum að taka inn, til dæmis við erum að taka inn lærlinga sem er í ferðaþjónustu í Qaqortoq Suður-Grænlandi og við tökum þá inn sem að því að hluta þeirra starfsnámi og þau eru að koma hingað og þau eiga erfitt með að læra. Það tekur svo töluverðan tíma fyrir þau að læra að tala við fólk og að læra að skilja almennilega allt, það tekur nokkur sumur sko. Þannig að það er þó þetta heiti sama tungumál. Það er erfitt að finna kennari til þess að sem kenna dönsku. Þannig að það er mjög margt sem að framtíð þessara barna sem eru er mörguleyti mjög óráðin. Hvaða framtíðar sín þau hafa og hvernig þjóðfélagið mun breytast hér. Og lítið tekið til þeirra með framtíðina í huga, heyrist mér, með þessari stefnu? Já, og það er nú er til og með sameiningu sveitafélaga, þá er Austur-Grænland hluta Sermisok, sem er stærsta sveitafélagið með Nuuk, og það er alltaf erfitt þegar minnstu afskeittustu byggðirnar er inn í svona stórum félagskap. Og þannig að það er alveg margt og þannig að það er ágætt að og þó þetta sé ekki mikið sem við erum að gera, en að geta, gert eitthvað með, börnunum er bara mjög gefandi. Já, hljóma vel. Takk Leifur og gangu vel. Takk fyrir. Og við látum þetta nægja að sinni frá Kulusuk hér á Grænlandi.
Já, og þannig rétt áðan sáu þið svolítið af því sem að við sáum fyrir viku síðan í Kulusuk á Grænlandi og fengt viðtal við hann Leif hjá íslenskum fjallaleiðsögumönnum og þau eru eins og kom fram í viðtalinu við hann að kenna krökkum í Kulusuk fjallaklifur. En það ekki bara fjallaklifur, það líka skákin. Og Hrafn Jökulsson, forseti skákfélagsins Hróksins, hefur verið þarna, ég get nú bara leyfa mér að segja langt árabil, þekkir vel Kulusuk þorpið og hvernig lífið hefur þróast þar og hvað Hrókurinn hefur getað gert fyrir börnin þar og kannski bara samfélagið allt. En Hrafn, velkomin. Takk fyrir. Þið byrjuðuð reyndar í Suður-Grænlandi, Hrókurinn. Þið stigu fyrst fætið þar. Já, við komum fyrst til Grænlands sumarið 2003 og þá ætluðum við nú bara að kynna skákina fyrir grænlendingum því við höfum komist að því okkur til mikillar skelfingar að skák var næstum óþekkt á Grænlandi. Við fórum og slóðum upp miklu alþjóðlegu móti í Qaqortoq sem að er á hinum gömlu norrænu slóðum á Suður-Grænlandi og allt öðruvísi samfélag núna þar heldur en í Kulusuk eins og þú kynntist. Bæði miklu sunnar, það miklu stærri bær og í miklu betri tengslum við svona vestur Grænland, því að austur Grænland alveg sérstakur heimur. Já, það ekki? Suður-Grænland, þar sauðfé á beit og miklu grænna og... Það eru íslensk ætta rollur upp grænar hlíðar. Já, og mildara og... Miklu mildara. Og já, Grænland eiginlega nokkrir ólíkir heimar. En eftir það var einmitt á Suður-Grænlandi í lok á stórglæslegu móti sem var haldið þar. Við fórum út með milli 60 og 70 manna sendinefnd, stórmeistara frá 10 löndum og blaðamenn og skólafólk og krakka og við bara féllum fyrir Grænlandi og við vildum halda þessu starfi áfram og mér minnir að það hafi verið Reynir Traustason sem hefur nú verið mikið á Grænlandi sem að sagði við mig að ég hefði ekki kynnst Grænlandi fyrir en ég hefði komið til austur Grænlands og þangað lá leiðin árið eftir og við vorum með mikla hátíð þá í Tasiilaq sem stóri bærinn. Það nú ekki nema svona klukkutíma sigling frá Kulusuk. Já, mér skilst þú farir í þyrlu á korterinn annars. Já, minna, já. Já, svona til þess að draga upp ósýnilegt landakort af Austur-Grænlandi. Þá svona klasi af þorpum, þar sem að Kulusuk eitt af 5 litlum þorpum og svo Tasiilaq, stóri bærinn, 2000 manns þar og á þessu svæði samtals búa svona 3000 manns rúmlega. Svo þarftu að fara 1000 kílómetra af eyðifjörðum og ísbreiðum þangað til þú kemur upp í Scoresbysund. Þar eitt lítið þorp, einangraðasta þorp á norðurslóðum. Það heitir Ittoqqortomi. Ég skal hlýða þær yfir þetta á eftir, hvernig þú segir það. Takk fyrir það. Og það í Scoresbysundi. Og það sem sagt langt í norðri og einangraðasta þorp á Grænlandi. Og þangað höfum við farið alla páska núna síðustu 11 árin og verið með miklar og skemmtilegar hátíðir. En sem sagt á öllu Austur-Grænlandi þá eru íbúar innan við 4000. Já. Og það eru fáir sem átta sig á því kannski að þetta sérstök þjóð. Þetta önnur þjóð en byggir Grænland á öðru leyti. Það reyndar ein lítil þjóð til viðbótar á vesturströndinni, mjög norðarlega, þetta heitir Thule. Já, akkurat. Grænland náttúrulega, það stærsta eyja í heimi talað og hafa nú kannski aðeins verið að rífast við Ástrala hvor eyjan sem stærri. En síðan byggilegt á 20%. Afvinni? Já, varla það. Og mér skilst að það sem byggilegt sé jafnstórt og Svíþjóð samt? Já, Grænland svo feiknastórt. Það 2 milljónir ferkilometra og vel það. Já. Sem sagt 20 sinnum stærra en Ísland. Og 47.000 íbúar? Já, tæplega 60.000 reyndar en af þeim eru svona 8-9.000 danir. Þannig að já, ætli grænlendingar sé ekki rétt 50.000 sem sagt innfæddir. Já. Og þeir skiptast í þessar 3 þjóðir og Austur-Grænlendingar eru sérstök þjóð, tala sérstakt tungumál. Krakkarnir í Kulusuk
fá hins vegar kennslubækur á vesturgrænlensku sem gjörólíkt tungumál og þurfa að byrja á því þegar þau byrja í skólanum, að læra nýtt tungumál og í mörgum tilvikum eru kennararnir þeirra danskir sem að skilja hvorugt málið. Þannig að þetta eitt af þeim málum sem að eru í ólestri af því að það ekki til ennþá ritmál fyrir austurgrænlenskuna. Já, við hefum heyrt einmitt af þessu undanfarið að því það opinbera tungumáli þetta sem kemur vestanmegin frá. Já. Og hinir eiga þá bara aðlega sig að því einhvern veginn og verða þá út undan. Já, en að því að nú fyrsti skóladagurinn hjá okkur, hjá velflestum börnum, þá getum við ímyndað okkur hvernig það væri fyrir þau að koma fyrsta skóladaginn og fá kennslubækur á hollensku og síðan danska kennara. Munurinn svona mikill á milli mállýska? Hann mjög mikill. Þetta ekki mállýskur, þetta sitthvort málið. Þetta sitthvort tungumálið, já, einmitt. Ég held að Leifur hefði komið einmitt inn á það í viðtalinu áðan. En ég ætla að fara aftur til 2003. Þið farið til Suður-Grænlands fyrst, Hrókurinn. Stórt mót, fjöldi manns sem að þið fáið með ykkur. Hvernig tókst ykkur að taka fyrsta skrefi með svona meiriháttar brag? Með því að setja þetta ekki upp í Excel fyrirfram. Fór allir á hausinn? Allir borguðu fyrir sig? Já, nei. Við bara gerum þetta þannig í Hróknum að hvert verkefni fyrir sig, við skipuleggjum það og við fengum ótal aðila, einstaklinga, hið opinbera fyrirtæki til liðs við okkur og til þess að gera þetta að veruleika. Nú það sem að auðvitað réði úrslitum var að Flugfélag Íslands var með okkur í þessu frá upphafi og við höfum starfað með þeim núna í 13 ár. Það passar. Við höfum farið á þessum 13 árum vel yfir 50 sinnum, ekki alltaf með 50-60 manns. Stundum förum við að vetrarlagi og þá eru 2 til 6 leiðangursmenn, eitthvað svoleiðis og við heimsækjum litlu þorpin. Nú við erum líka farnir að vinna mikið í Núk, höfuðborginni sem hinum megin við jökulinn, þar sé á vesturströndinni. Og við höfum komist alla leið, það lengst í norður, Uppbernavík sem kallaður gleymdi bærinn á Grænlandi, 1200 manna þorp, óralangt í norðri á vesturströndinni. Þið eruð að fara allar öfgarnar og á milli? Já, á Grænlandi? Okkar markmið eru þetta að heimsækja allar byggðir á Grænlandi og helst hvert einasta þorp. Þetta magnað. Og þetta okkar ástríða og köllun og við Róbert Lagermann, félagi minn, skákmeistari og varaforsetur Hróksins sem hefur staðið í þessu frá upphafi. Við lifum fyrir þetta og auðvitað mörg verkefni Hróksins hérna heima líka sem okkur kær. En þetta bara köllun og það hefur verið mikil forréttindi fyrir okkur í Hróknum að fá að kynnast Grænlandi og grænlensku samfélagi í gegnum þetta starf. Því að við höfum eignast vini út allt, börn og fullorðna og fólk allstaðar að og við leggjum okkur fram við að rækta þau tengsl því að við lítum svo á að Íslendingar séu heppnasta þjóð í heimi þegar kemur að nágrönnum og ekki bara landið sjálft, heldur líka fólki sem býr þar. Já, ég get tekið undir það. Ég var svo upplýsið það nú bara, ég var í rúman sólarhring í Kulusuk og tala nú eins og engin annar hafi farið þarna áður en að því að maður verður svo snortinn og maður hittir krakkana og þau eru eitthvað svo opin og falleg að maður fer heim miklu ríkari. En það sem ég ætla að spyrja það samt Rafni áttar þið á því hverju þið hafi skilað til samfélagsins, barnanna og fólksins með skákinni? Hafa þau til dæmis haldið áfram að tefla eftir þið farið? Þetta einhver svona samfella? Hvernig sérðu það svona á 13. og 14. árinu? Markmið okkar, eða eitt af megin markmiðum okkar með okkar starfi þarna og hérna heima, að skapa gleðistundir. Við lítum á okkur sem svona eins konar virkun sem framleiðir ekki kílóvattstundir heldur gleðistundir. Og úr þessum gleðistundum spretta síðan góðar minningar. Austurgrænlandi, við höldum okkur við það sérstaklega, þarf mjög á því að halda að þar sé eitthvað jákvætt og skemmtilegt að gerast, eitthvað uppbyggilegt. Því að þarna mikið atvinnuleysi, mikil einangrun, hjá mörgum
svona ákveðið vonleysi hvað varðar framtíðina. Sum af þessum litlu þorpum eiga mjög undir högg að sækja. Það er íbúum að fækka eins og í Kulusuk. En við... Og ísinn að bráðna. Og ísinn að bráðna. Já. Það, ef þú hefur komið á örlitla og fallega byggðarsafni í Kulusuk, þá hefur þú getað séð kajakinn hans Nóa, þar sem er búið að raða upp dýrunum af norðurslóðum, Nói að bjarga ísbirninum og rostungnum og refnum og þeim félögum öllum. Þannig að það er ein vá sem að þeim steðjar. Við í hróknum getum því miður ekki stjórnað loftslagi á jörðinni, en við getum kannski haft örlítil jákvæð áhrif á það að það sé eitthvað skemmtilegt að gerast þarna. Okkar markmið er ekki fyrst og fremst að finna einhverja afreksmenn eða snillinga, heldur að koma og halda hátíð. Það sem allir fá verðlaun og allir eru með og úrslit eru algjört aukaatriði. Nú, í gegnum þetta höfum við líka tengst og sumpart komið á stað öðrum svona samfélagsverkefnum sem að hafa undið upp á sig. Eins og upp í Skórisbísundi fyrir 2 árum barst okkur beiðni þaðan frá foreldri úr skólanum, hvort við getum sendt kannski örlítið af fötum þarna upp eftir. Þannig að við ætluðum að setja af stað svona 2 vikna verkefni eða svo og senda nokkra kassa af fötum. Nú 2 árum síðar erum við ennþá að og búnir með hjálp góðra vina hjá mörgum flutningsfyrirtækjum eins og flugfélaginu og Norðursiglingu og fleirum. Erum við búin að senda út fyrn af fötum, ekki bara þarna upp eftir, heldur til fleiri þorpa og bæja og athvarfa. Og nú erum við líka byrjaðir að senda út fyrir athvarf fyrir heimilislausa og einstæðinga í Núk. Við höfum haft aðstöðu núna í 2 ár hérna í pakkhúsinu við höfnina. Henni risastóru vöruskemmu Brims, þar er núna pakkhús Hróksins. Við höfum fengið það húsnæði endurgjaldslaust í 2 ár. Guðmundur í Brim hélt að við verðum að koma inn í 2 vikur en hann hefur... Losna hann ekki við ykkur? Nei, og hann hefur ekkert gert tilraun til þess. Tilraun til þess, hann vill kannski ekki að þið farið. En það stutt okkur af alefli er sjálfur í útgerð á Grænlandi eins og margir íslenskir útgerðamenn. Já, það er alveg og þar komum við kannski einu að það sem við viljum gera er líka auka tengslin á milli Grænlands og Íslands á sem flestum sviðum. Já, það er nefnilega sem ég kannski getum haft að lokum þegar tíminn er að renna út hrafn er að þessi tengsli eru náttúrulega svo furðulega lítil með hvað stutt á milli. Maður flýgur nú til dags þegar maður tæpa 2 tíma 1,5, jafnvel, í nýrri vél skils mér. En hvað er hægt að gera? Það er dýrt fyrir einstaklinga að fljúga þangað. Já, en þetta er mikið að breytast með samskipti Íslands og Grænlands. Þegar við byrjuðum 2003 þá var varla nokkur maður á Íslandi að hugsa Grænland. Enda var andrúmsloftið í þjóðfélaginu þannig kannski líka. Þetta hefur mikið breyst. Það er ekki okkur að þakka en við höfum hins vegar reynt að stuðla að tengslum, ekki bara í gegnum skákina heldur margt annað. Og núna eru mörg íslensk fyrirtæki sem að eiga í viðskiptum við Grænland. Það eru félagasamtök, það eru einstaklingar, það eru miklir möguleikar á samvinnu á svo mörgum sviðum. Mér finnst að þríeykið hér í Norður-Atlantshafi, Grænland og Ísland og Færeyjar eiga stór auka samvinnu sína á sem flestum sviðum. Við eigum að líta á þetta sem bara sérstaka heimsálfu á landakortinu. Við köllum hana Norður-Eyjaálfu. Norður-Eyjaálfu, en síðan er það þá varðandi auðlindirnar þarna, glittir ekki eitthvað kapphlaup þær, norðurslóðir? Já, það var mikil bóla í gangi fyrir nokkrum misserum því að Grænland auðvitað þrátt fyrir að þar sé fátækt á mörgum heimilum, þá er Grænland sjálft auðugt land. Já, mjög svo. Þar eru miklir málmar í jörðu og líklega olía og slíkt, en þar ber að stíga mjög varlega til jarðar. Og Grænlendingar sjálfur eru sér mjög meðvitaðir það og þeir eru ennþá því miður mjög háðir Dönum með fjárframlög. En Grænland á mjög bjarta framtíð og ég held að eftir svona 50 ári eða svo, hvort sem við lifum það nú eða ekki að sjá það,
þá verði Grænland ekki bara sjálfstætt ríki, heldur öflugt og gott land þar sem að þetta yndislega fólk sem Grænlendingar eru ráða sér sjálfir eins og þeir eiga auðvitað að gera. Og þá held ég að við verðum ennþá heppnari með nágranna því að Grænlendingar, þeir líta á okkur sem bestu vini sína. Gott að heyra. Hrafn Jökulsson, við getum reynda að sitja hérna í allan dag og tala Grænland og Grænlendinga. En þú ert forseti Skákfélagsins Hróksins sem á fermingaraldri núna. Það kærlega fyrir komin. Já, við erum komnir yfir bílprófsaldur. Nú þið eru, já, en ég að meina Grænlandsferðirnar, já, þú komst akandi. Ég kom akandi, sko. Já, en það góður punktur. Við ætlum að halda fermingarveislu í tilefni af þessu 13 ára afmæli starfs okkar á Grænlandi. Já, takk Hrafn. Og hér á eftir heldur Sigurjón M. Egilsson áfram með góðar umræður. Já, ágæta áheyrendur, til mín komin Stefanía Óskarsdóttir, stjórnmálafræðingur við Háskóla Íslands. Vertu velkomin. Takk. Íslensk stjórnmál eru á fleygiferð nú sem endrannar. Já. Og eitt sem langar að byrja ræða við, það það hversu margir nú starfandi þingmanna ætla ekki að gefa kost á sér. Já. Sýnist þetta ekki vera óvenju margt? Nei. Það er nefnilega, það hefur verið þannig í kosningum á undanförnu að það hefur orðið óskaplega mikil endurnýjun. Kosningunum 2002, 2009 og 2013, í hvert skipti þá eftir kosningar voru það bil helmingu þingmanna nýjir þingmenn. Já. Og reyndar held ég þetta sé mjög sérstakt í svona erlendu samhengi að hversu hröð endurnýjun hjá okkur. Og þetta á sig sjálfsagt margar skýringar. Ein skýringin er sko fylgisveiflur. Til að mynda við tökum dæmi af Framsóknarflokknum 2013, þá vann hann mjög mikið kosningasigur. Og fólk sem hafði í rauninni ekki gert sér í hugleiðingu að vera leiðin á þing, lenti á þingi og þingflokkur Framsóknarflokksins vegna kosningasigursins var óvenjulega stór og yngsti þingmaður sögunnar til dæmis var í hópi þessari þingmanna og hún hefur núna tilkynnt að hún muni ekki gefa kost á sér. Þannig að þessi fylgisveiflurnar geta ýtt upp fjölda þingmanna og svo líka sjáum við að ef að nýr flokkur fær svona vind í seglin, að þá skilur það stundum nýjum þingmönnum inn. Og svo í þriðja lagi að þá höfum við sérstöðinu í Íslandi að því leytinu til að mjög margir flokkar, næstu því allir, við hafa prófkjör. Og prófkjörin eru ákveðin svona grilla eða dragbítur fyrir við leggjum ekki sem sé að þingmenn þori ekki mæta kjósendum í prófkjörum eða þeim hreinlega refsað í prófkjörum og aðrir færast upp, sko. En til þess að með Framsóknarflokkinn, það eru talsvert margir sem ætla ekki að sækja sér eftir endurkjöri. Já, og þar held ég að þeir séu að horfast í augu við pólitískan raunveruleika. Þeir sjá að skoðanakannanir sín að fylgi flokksins stærri kringu 10%. Gæti auðvitað farið eitthvað heldur hærri í kosningum. En flokkurinn til dæmis 2009 og 2009 var með 14% fylgi og eitthvað aðeins minna 2007 og þannig að þeir gera sér í hugleiðingu að það verður nú kannski ekki á vísan að róa hvað varðar sæti og hugsa sem svo að það er betra að leita á önnum mið. Og svo annað líka sem í liðnum kosningum, 2009 kemur ríkisstjórn hérna eftir hrunið sem kúvendir frá stefnu ríkisstjórnarinnar undan. 2013 gerist þetta aftur. Að það verður bara allt annað uppi, það nánast reyndar kvartað undan, hægri menn kvartanum svolítið undan því að núverandi ríkisstjórn hafi ekki tekið tilbaka alla skattabreytingar sem voru gerðar kjörnum undan, en nú stefnir aftur í þetta, við erum að allt kúvenda í stefnu hverjum einstu kosningum. Já, sko vantar stöðuleika, vantar stöðuleika. Ég er nefnilega ég er nú svolítið á þeirri línu að þrátt fyrir retóríkina og svona þess að harða tón í stjórnmálunum og sé engu síður ótrúlega mikill samhljómur með flokkum og við sjáum til að mynda að við lítum yfir kjörtímabilið frá 2009 til 2013 að þar auðvitað kom ríkisstjórnin inn með nokkur stefnumál sem voru dálítið afgerandi og þar eitt þeirra var að sækja aðild að ESB, annað var að breyta stjórn fiskveiða
og svo kom stjórnarskrármáli líka. Í öllum þessum 3 stóru málum að þá í rauninni var þeim ekkert sko ágengt með þau mál. Stjórn fiskveiða var óbreytt, það enn óbreytt þó að ný ríkisstjórn sem tóku 2013 hafi ætlað að halda áfram með endurskoðun á kerfinu, þá er henni ekkert gerst. Í ESB-málinu þá gerðist það eitt að ríkisstjórnin sendi bréf til Brussel þar sem að hún sagði að ekki væri lengur það að Ísland væri umsóknarríki, en sumir dragi í efa það hefði haft nokkuð gildi þetta bréf, þannig það er svona dálítið óljóst, svipað bara 2013. Og stjórnarskrármálið sem að virtist, sumuleyti hálfdautt í þarna 2012-13, að það hefur verið einhvers konar svona, það hefur verið nefnd, stjórnarskrárnefnd á kjörtímabilinu sem skilaði loks nýlega tiltölulega af sér 3 tillögum þar sem meðal annars lagt til að það sé hægt að hafa þjóðaratkvæðagreiðslur lög samþykkt frá Alþingi. Þessar tillögur, 3 tillögur sem að náðu sáttum, þær liggja fyrir Alþingi núna að verða sjálfsagt alls ekki samþykktar. Með öðrum orðum, það verður ekkert gerst í stjórnarskrármálinu heldur og þannig að ég held að aðdraganda kosninga þá gerir stjórnmálamenn dálítið mikið með það að það sé hægt að breyta rosalega miklu. En það er svo margt í stjórn okkar ríkis og annarra ríkja sem er rauninni ekki á valdi stjórnmálamannanna sjálfra að stýra, og þá á ég við að til að mynda sem sé bara auðvaldið eða fjármagnslífið, innlent og erlent, atvinnulífið, alls konar erlend og innlend reglusetning, og sem sé þetta er svo flókið stýrikerfi á þjóðfélögum að það er meira en að segja það fyrir einstaka stjórnmálamenn að breyta miklu. Jafnvel þú talið þannig í aðdraganda kosninga. Já, að það sé þá rétt eins og þess að Vigdís Hauksdóttir hefur að segja að kerfi versi svolítið. Að stjórnmálamenn eiga svolítið erfitt gagnvart kerfinu. Já, það miskusti það sem að fræðið sé okkur. Og það er ekki bara raunveruleiki á Íslandi heldur alveg sérstaklega erlendis, þar sem að kerfið stærra og viðráðanlegra. Og auðvitað stjórnmál listins möguleika og þau snúast í grunnum að ná málamiðlunum á milli ólíkra hópa og vinna sátt, þannig að þannig virkar lýðræði, en það er kannski aldrei þannig einn hópur ráði nákvæmlega öllu, sko. Nei, en þú nefndir þarna þessi 3 mál sem að hafa svona eiginlega ekkert þokast áfram eða verið tekin að dagskrá, eða þau eru bara þarna á þess að... Já, og við sjáum til að mynda síðan með svona stærri mál sem varða okkar hagsmuni eins og afnám fjármagnshafta. Þetta mál sem hefur víðtæka skírskotin að það að segja stuðning í öllum þingflokkum, og það engin meiningamunur þarna stór á milli. Þar sem að máli snýri svolítið á tímabili væri hver geti tekið kredit fyrir bæði samningarna og kröfuhafana, og svo þetta lyfta þessum höftum. Og þeim þótti súrt í broti fyrrverandi stjórnarflokkum að núverandi ríkisstjórnarflokkar myndu fá allt kredit vegna þess að þessu grunnuna þessu var lagður á síðasta kjörtímabili. Og svona þetta með mörg mál. Og flokkar sem sé klóki stjórnmálamenn, þeir þurfi þetta bæði að passa upp á það að þeir hafi einhverju málefnalega sérstöðu, svona til þess að draga atkvæðin til sín, en að passa alltaf að vera í talsambandi við forystumenn annarra flokka til þess að tryggja það að það náist einhver samstaða eftir kosningar myndun ríkisstjórnar, því að það engin flokkur þeirri stöðu geta einn stjórna landinu. En þú ert að halda málflutningnum þannig að þú getur, eða þú skilir aldrei eftir, eða þú skilir eftir opnar dyr. Þannig að þú náir því að vinna í málum í hópi annarra, en það kallar á í málamiðlanir. En nú öldungurinn í íslensku stjórnmálum, Framsóknarflokkurinn, að verða 100 ára bara síðar þessu ári. Og hann í sárum, það ekki annað að sjá, þar eru sem sagt átök innan flokks og það bara allhörð. Og Framsóknarflokkurinn lenti í heilmikilli tilvistarkrísu í upphafi þessara aldar, getum við sagt. Svona á þessum í loka árum stjórnartíðar Halldórs Ásgrímssonar og
Og forsætisráðherra tíð hans og Finns Ingólfssonar og það voru gífurlega mikil átök innan Framsóknarflokksins og þá kannski sérstaklega í Reykjavík síðan innan borgarstjórnarflokksins og annað. Og síðan á tímabilið þarna í lok, frá svona 2007 til 2009 þegar Sigmundur Davíð tekur við, að þá var stjórnleysi upplausn ástand. Já, og þá taka menn óskaplega vel framboðið Sigmundar Davíðs sem kosinn formaður í upphafi árs 2009. En það var sérstakt, bara bæði íslensku samhengi og erlendu, að maður sem hafði nánast ekkert starfað með stjórnmálaflokki, rétt kynni sér til sögun og býði sér fram, fengi svona glimrandi kosningu, eða það að segja, það næði honum til sigurs. Jó. Já, en hann var algjörlega nýr í flokknum og hafði þá ekki starfað á þingi, sem auðvitað bara sýndi manni í hvað konar krísu Framsóknarflokkurinn var á þeim tíma. En síðan náði Sigmundur og hans fylgismenn náttúrulega góðum dampi á kjörtímabilinu 2009 til 2013 og þá sérstaklega með málflutningi sínum í Icesave-málinu og síðan var niðurstaða EFTA-dómstólsins í Icesave-málinu þvílík lyftistöng fyrir Sigmund og síðan þetta tal skuldaleiðréttingu sem að fékk byr í seglin eða í kosningunum þá sem skilaði þessari rosalegu fylgisveiflu með flokknum 2013 sem síðan var mjög fljót að fara og fylgið fór annað. Eftir vindrismálið. Nei, það var rauninni, ég meina Framsóknarflokkurinn byrjaði strax að dala í skoðanakönnunum sumarið 2013 og síðan í rauninni vindrismálið hefur ekki beint komið svo mikið niður á fylgi Framsóknarflokksins, miklu meira svona trúveruleikanum og möguleikanum á að sækja fram að nýju í næstu kosningum. Já, það er komið helst þar. En þessi umræð innan flokksins, hvort þeir halda flokksþing og kjósa nýja forystu, það hlýtur að brýnt fyrir flokkin að liggi fyrir sem fyrst og eins líka hann laskaður. Það erfitt Sigmundur Davíð mjög laskaður maður. Hann mjög laskaður og hann, þegar hann yfirgaf sviðið tímabundið að hans sögn eða einhverja sögn þarna í aprílbyrjun að þá var það með þeim orðum að hann myndi snúa tilbaka einhvern tímann nokkur vikur seinna eftir frí og tala við stuðningsmenn flokksins og vinna sig sem hann mun verið að gera núna. En það hefur samt ekki skilað því að menn hafa verið að fylgja sér á bakveg eða mér finnst það ekki, mér finnst að þess gæti enn mjög mikið og sérstaklega í þjóðfélaginu að það er mikið tortryggni í hans garð og ég held að Framsóknar þingmenni þrátt fyrir orð í fjölmiðlum þeir viti það sjálfur og núna allra síðast að þá tók Sigurður Ingi Jóhannsson varaformaður flokksins undir það að það væri brýnt að endurnýja umboð allra trúnaðarmanna og það er það sem að Höskuldur Þórhallsson hefur auðvitað alla tíð frá því apríl sagt. En núna fer auðvitað tíminn að vera naumur og það heldur Sigmundur að sé sjálfum sér í hag þar að segja að það tryggja honum áframhaldandi setu á formannsstóli. En það kann að vinna mjög gegn í flokknum í kosningunum og koma niður á fylgina. Svo kemur á þessum erfiða tíma fyrir hann, þá kemur þessi reikningur á minjavernd út af Hafnargarðinum á 600 milljónir króna sem svo sem þetta að fara yfir þann reikning og það allt saman, en ekki hjálpar það honum, því þetta er náttúrulega bara persónuleg inngrip hans í eitthvað mál sem getur kostað hugsanlega svona mikla peninga. Þannig ekki getur það hjálpa honum. Ekki leggst ekki alltaf eitt gegn honum? Jú, mér finnst að hann hefur bara átt í svo miklu basli með sinn málflutning, verið óskaplega klaufalegur í einhvern veginn fjölmiðlum og í þessari tengingu við kjósendur og hefur einhvern veginn svona spilað sig út í horn mjög mikið og það rauninni byrjaði strax eftir kosningarna 2013 þegar sumarið skrifar hann grein í Morgunblaðið, hvort það var Fréttablaðið, það sem hann gagnrýnir það að fjölmiðlar hafi einhvern veginn ekki fagnað nú og sterkt þessari nýju ríkisstjórn og fyrirsögnin var að nú viðraði vel til loftarása og þetta var svona uppleggið sem að hefur síðan fylgt honum og það sem var síðan hans svona nánast banabiti var auðvitað
þetta hræðilega viðtal í Kastljósi, eða þessum þætti sem var sýndur í Kastljósi, sem að gerði eiginlega út af hans trúveruleika í hugum mjög margra og einhvern veginn eftirleikurinn á allra næstu dögum, þarna þessa 2 daga sem þetta drama var hvort að hann áfram forsætisráðherra og hvort að ríkisstjórnar meirihlutinn héldi saman eða ekki, það spilaði hann að mínum að þetta alveg óskaplega illa. Já, hann hefur leikið illa í þeirri þröngu stöðu sem hann var í. Já, mér finnst það. En mér virðist líka svona eins og með hvernig hann tala núna og hann vil vera áfram formað, mér finnst þess að hann finnir fyrir fallinu en ætla að taka bara flokki með sér. Já, eða þá að hann einhvern veginn ekki nógu vel tengdu við raunveruleikann. Því að auðvitað hlýtur það, ef hann finnur raunverulega fyrir stuðning í flokknum, þá gerir það ekkert annan að styrkja hann að fá það staðfest á flokksþingi að hann hafi áfram stuðning, að minnst kosti meirihluta þeirra sem sækja slíkt flokksþing. Já, þá staðan hans allt önnur. Allt önnur og betri. Og þannig að þetta í rauninni afleikur að í rauninni bara fara ekki fram á slíkt. Já, en hvað má segja þá til þess eins og með Illuga Gunnarsson og Hönnubirnu? Hefur með að halda þau sé að draga sér tilbaka bara vegna hneykslismála, vegna lekamálsins og vegna Já, ég held að það minnst kosti mín tilfinning. Auðvitað vil fólk halda andlitinu en það finnur stemminguna sem sé það betra að fara en að falla. Já, ég held að meta þannig að það sé betra að kalla einhverjum öðrum nöfnum. En okkar bíða mörg verkefni, Stefáni, það koma kosningar þannig að ég fæ örugglega að leita til þín aftur. Já. Og ég þakka þér fyrir komuna. Takkar. Og við þættinum þá lokið í kvöld. Frumsýnd dagskrá Hringbrautar hefst aftur klukkan 8 annað kvöld, klukkan 9 verður þjóðbraut aftur dagskrá, þá verður aðalgestur minn, eða eini gesturinn, verður Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra og klukkan 9:30 það Sigmundur Ernir og ritstjórarnir. Sæla sinni.